Þetta er bara Tímavarp með Tóna og Tótó. Velkomin í Tímavarp með Tóna og Tótó. Velkomin, verið sæl. Hvernig hefur þú haft það síðan tókum við síðast að þátt? Það er bara ég valla mann eftir því að það er margt gerst. Margt gerst í lífið þínu og mínu. Það er rosalega margt búin að gerast. Mér finnst þetta bara eins og þetta hafi verið bara í einhverju öðru lífi. Ég vil meina að ég sé nýr maður. Ég er búin að fara á klósettið og pissa. Ef við brjótum niður aðeins fjórða vegginn, Já. að þá getum við sagt að við erum að taka upp þennan þátt, korteri eftir við tókum upp 83. Já, bara í beinu framhaldi svona. Þannig að ef þið finnið fyrir orðni þreytir Að við erum að leggja svo rosalega mikið á okkur. Hvað fólk hlusta á þetta sem er í alvöru vinnu. Bara þegið, skilur. Nei. Við erum góðir. Við erum góður. Við erum góðu formi. Við erum spenntir að kynna ykkur fyrir árinu 2019. Vá, þvílíkt ár. Þvílíkt ár fer eftir hver þú ert sem þú hlusta á hvað aldrei þú ert, en fyrir fólk eins og okkur, þá 2019 var síðast ár. En ef þú ert síðan yngri, ef þú ert kannski bara 20 ára, eða eitthvað, þá náttúrulega kannski var 2019 bara allt önnur veröld. Já. Þú náttúrulega þetta er fyrir COVID, þú veist, þetta er síðast árið áður en að heimurinn tekur miklum skiptum, miklum breytingum. Við höfum ekki hugmynd hvað var bara rétt fyrir hornið, sko. Einmitt, og við munum fara pínu út í það, sérstaklega þegar svona líða fer á árið. Líða fer á árið. Þá lítaðir á mér hárið. Á Íslandi bjuggu, get ég sagt þér, árið 2019, 360.563. Við erum næst í 400.000 núna. Já, en nú hef ég, svo við plöggum nú aðeins, að þá er þú á hverjum 50 degi á Mál og menningu að sjá svona uppistandssýningu fyrir túrista og Íslendinga sem að skilja ensku. Já. Þar segir þú oft þá staðreind að einu sinni vorum við 400.000 en svo komum staðið að við talið vitlaust. Veistu hvað ár það var? Þetta er ekkert svo langt síðan, sko. Já, þannig að það er þá eftir þetta er bara, 1 eða 2 ár síðan, mestalega 2, sko. En ég meina við erum mjög nálægt fjölum, þannig að þetta er ykkur 30-40.000 sem að hafa verið þannig á síðustu 5 árum, 6 árum. Þetta er aldeilis breyting á stundin tíma. Já, 1000 krónur voru 719 krónur, samkvæmt verðlagsreikningi við Hagstofu Íslands, sem er samt búin að breyta svo mikið. 719, það er minna en 75%. Það er minna bara, krónan hefur rýrnað þetta mikið á þessum stutta tíma. Manst þú hvað þetta er kannski ekki svo stuttum tími. Nei, þegar allt kemur til alls, þá er þetta kannski þetta er rúmlega hálfur áratugur. Já. Þetta er 6 ár. Manstu hvað varst að gera áramótin 2019? Akkur alltaf áramótin? Þetta snýstum, við byrjum árið á áramótum. Ég var, ég manna ekki, en ég veit, þú veist, bara að ég var örugglega bara heima á mömmu. Já. Ég vil bara, ég er ekkert mikill áramóta gaur, sko. Nei. Eða þú veist, það er alltaf gert svo mikið úr áramóta djamminu og eitthvað, þetta er bara leiðilegasta djamm ársins. Þannig ég vil bara heima á mútu, horfa á áramótskaupið, opna með kannski 3 bjóra. Og mjög lengi var ég alltaf eitthvað að þegar var eitthvað hefð þá keipti ég alltaf eitthvað freyðvín eða eitthvað til að, en þú veist, það vildi það enginn. Ég var alltaf ekki, að reyna að búið til eitthvað smá stemningu í 5 mínútur, en það bara, ég er allan hættið núna. Þú hefur aldrei verið svona vindlagur áramótin, þú er ekki á þeim sem að... Nei, ég ætla kannski að byrja því. Getur verið nýja. Já, þetta verið cool. Ég er náttúrulega mann eftir þessum við getum upplýst hlustendur að því núna að við byggum saman 2019. Við vorum meðleigendur og áramótin 18-19 þá var ég fór til móttu í mat og svo fór ég bara heim og horfði á Mowgli með Dilladanska og svo, þú varst með þinni og svo kemur þú heim kannski, þú veist, 2 eða 3 eitthvað
bara rólegi strákar bara, en þú veist, ég samt ég hef gaman á áramótunum sko, ég hef mjög gaman á flugvöldum en ég bara og ég kaupi ekki mikið ég og bróðum minn kaupum alltaf eina tertu og eina til 2 stórar svona fradgetur þannig að þú ert í því, þú ert í rakettunum og tertum, þú ert ekki í froskum og svona þannig ekki, það fyrir bara þú veist, eina góða tertu og eina góða sprengju mér er stjórað það og þú veist, þetta er bara svona aðeins til aðeins að kveiki aðeins að heyra sprung af því að þið gera það ekki, þá gerir engin annar þá er engin annar að sprengja ég bara, þú veist, ég veit þetta er ekkert gott fyrir hverfið en þú veist, ég bara bara leiðu mér eitthvað leiðu mér eitthvað, Tóni ég skal leifa þér þetta þetta er ekkert mikið meira ég hef aldrei fundið mig knúin til þess að kaupa raketur mér er mjög gaman að horfa á, ég er mjög gaman af íslenskum áramótum sko. finna þetta allt saman er að mamma fer alltaf út í glugga og fylgist með mér og bróðum mínum skjóta upp eins og einu raketu og eins og einu tertu af því hún er að gera þetta fyrir okkur þú veist eins og horfa á þess að krakkar en sko bróðum minn þú veist ég fertur og bróðum minn 60 og mamma áttræð að vera áttræð klöngarast út í glugga og hefur engan áhuga á þessu en fyrir stákarna og við erum að kveiki og horfum alltaf á mömmu og við vitum samt hún er engan á það og hún er svona svo stolt að strákuna en þú veist, finnst þetta ekkert flott eða neitt sér þetta ekkert skilur ég er ekki að kveikja raketur en finnst gaman að horfa og ég þóla ekki, ég er svo lífsrættur ég þóla ekki svona eitthvað með svona froskar og eitthvað svona svo lífsrættur að þú voru ekki að vera með froska því líka þegar maður krakki þá heyrði maður allar þessar sögur að einhverjum svona úlingar sem var að leika sig með froska og kínverjar og hvað sem þetta allt svona heitir og þeir sprungu fingurnar það gerðist fyrir það lið það var að búi til svona víti og var ekkert froskum það var að taka þú veist en getur ímyndaður ef froskum myndi springa í höndunum þá allir fingurnar burt það myndi vera, frosk erum við að tala saman hlutin skilur ég held það litlu það er ekki verið að taka henni putaður sko ég er hrættuð sko inni sprengjur sem svona maður tróðar og það gefur svona konfetti þannig að þú fær með ekki í froskin á næsina en þetta voru áramótin okkar 2019 2 fullorðnir menn og við förum út í að setna í þættinum en við byggum saman hana 2019 með Dilla Danska og byggum í heilt ár þú flyttur inn mars 2018 og flyttur út mars 2020 þannig að við eigum þannig heilt ár 2019 var það bara 1 ár? Þetta er í raun og veru 2 ár sem svona Akkur mannst eitthvað svona og þú veist að ég hef flutt inn í mars hvernig mannst þetta? Ég man það vegna þess að þetta var sam mánuður og þú ættir afmæli vegna þess að þú hélst upp á afmælið á Lebowski Akkur man ég þetta ekki? Þú varst fullir ég man ekki svona ég skil ekki hvernig fólk man eitthvað svona Þetta er ekkert með neitt að gera en bara því löndunum Lebowski hefur lendi að vera að tala að ég kalla Lebowski bar alltaf Big Lebowski og það er ekkert viljandi, það er bara skýrt eftir myndum, þú veist, það er bara Big Lebowski stundum hitti ég fólk og þú getur alveg ímyndar hvernig ég er að hugsa vært núna sem horfir ekki mikið á myndir og veit ekki mikið myndir og veit ekki að Big Lebowski er mynd og þessi staðar þannig að ég segi þú veist svo Big Lebowski og það er bara af hverju kalla þetta Big Lebowski það er okkar kjálægt og kalla þetta Big Lebowski eftir myndir og hvað mynd ég hef myndir Big Lebowski sem stað heitir eftir þú veist það er svona plaggött og þú veist keilu þema sem er þessi sama manneski við skulum ekki nefna það hún hélt að Will Smith rappari var ekki saman og Will Smith leikari það voru 2 mismunandi menn en á sama tíma hélt hún að Tom Hanks og Nicolas Cage væri sami leikari þannig að en það er erfitt að það ekki svona manneski ef maður hefur áhuga á kvikmyndum leikurum og svona þetta er bannvæn blanda ég stakk upp að þau daginn
að við vorum að leita myndir Netflix eða eitthvað, horfa á hérna Inglourious Basterds og hún vildi meina sko að hún hefði síðan, hún var ekki, nei, ég síðan og nú maður þú, ég ætla að leiða þér að dæma hvort þú veist, ég spurði það þess út í þessar mynd spurði það hvenar, á hvað tíma hún gerðist hún myndi það ekki, en var mjög hissa að hún gerðist í seinni heimsstyrjöld ég spurði hvað fjallar hún, hver í henni, hún sagði þetta er Brad Pitt og einhver svona vinir hans, einhver svona vitleysingar ég lendi einhver svona ævintýrum ég sagði og hvernig tegur þetta mynd hún ekki, þetta er svona grínhasar með svona pappabröndurum og ég ekki, nei hvað er það að tala var hún hugsa eitthvað aðra mynd eða er þetta bara hennar lýsing á myndi þetta, hún vil meina hún hafi síðast að mynd en þú veist þetta er bara eins og því ég voru að horfa á með minni spúsu jú alltaf kom eitthvað nýtt vorum að horfa á hérna Bedazzled jú, Brendan Fraser og þá bara því ég var eitthvað þú veist að þegar hún sopnar í öllum myndum sko þú veist bara hefur ekkert áhuga á myndum skilur þannig séð, ekki svona eins og ég og ég eitthvað, hvað er eitthvað svona nógu svona heilalust eitthvað bara, þú veist þú þarft ekki að vera eitthvað pæla í suðurþræðinum eða þú veist, þannig séð bara eitthvað svona eitthvað já, bara svona frekar bara einföld mynd já, straight forward já, eitthvað Bedazzled svo var eitthvað ég held að við vorum að horfa á hann saman ég held að og svo ringi síminn hjá hann, hún svarar bara það var ekki svona eitthvað, viltu pása svo ég missi ekki hann einu ekki þetta það sé já, svona frábær mynd og mér ekki missa hann einu skilur, en skiptir ekki og hún eitthvað, já, verður að horfa okkar mynd já, þetta er eitthvað bílamynd þetta er eitthvað bílamynd það var akkurat bara atriði í gangi það sem var í bíl þau voru bara að keyra á milli staða þetta var eina skiptið sem kom bíl í myndinni þetta er eitthvað bílamynd þetta getur erfitt svona fólk svona er þetta bara en að 2019 aðeins út fyrir efni árið 2019 þá voru nokkrar stórar stjórnmála breytingar í heiminum eða stjórnmála viðburðir sem að margir settu svona grunninn fyrir næstu 5-6 ár eða síðustu 5-6 ár ég skal fara yfir þau, ég vil samt taka fram að ég mun ekki bera öll nöfn rétt fram ég er ekki bara betra ég er ekki master of disguise hvað hérna pistachio disguisio eða hvað það úr master of disguise ég meina turtle enough for the turtle club herði, árið 2019 þá hófst stjórnarkreppa í Venezuela þegar Juan Guaidó forseti venezuelska þingsins lýsti yfir að stjórn Nicolásar Maduro forseta væri ólögmæt og lýsti sjálfa sig forseta til bráðabirgða það er bara svo lesa Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro Jair? Ég hef alltaf bara það er alltaf bara að tala um Bolsonaro ég hef alltaf bara að tala um þannig ég veit ekki en ég ætla að giska við að Javier að það sé þetta Jair Bolsonaro okay. Var forseti Brasilíu hann er svona frægur fasisti og mikill Trump aðdöðandi og Trump mikill aðdöðandi á honum fá sem vita hann líka fann við brasilískt vaks hann reyndi að láta að vera að kalla hærvaks Theresa May sagði af sér og Boris Johnson tók við wow. Þá fáum við fyrsta brjálæðingi með skrítið hár Nei, þetta er eftir Trump, sko, þetta er 2019 þetta er annar brjálæðingur þá heldur þemað áfram Justin Trudeau sigraði kosningar en tapaði meirihluta á þingi Benjamin Netanyahu var ákærður fyrir spillingu sem er svona eitt af ástæðum fyrir af hverju hann vill halda stríðinu gangandi það vegna sem leiðustríðir hægt þá fer hann í fangelsi fangsli Donald Trump var í annarsinn kærður eða impeached fyrir valdaníðslu og hindra störf þingsins það var gott að þessi tvei mennur báðir svona þá settir svona tappin í já, við hefum ekkert heyrt frá þeim síðan en jákvæða hluti líka Sanna Marin var yngsti forsætisráðherra heims 34 ára gömul þegar hún var kjörin leiðtogi finnska sósíaldemókrataflokksins hvernig líður með það að þú munt aldrei geta orðið yngsti forsætisráðherra heims
Ég verð þá mánuð. Ákveðum ombriði. Það var alltaf veit þinn draumur frá blautu barsbeini. Já, vera yngsti forsætisráðherra. Já. Ég man, systir mín, systir sem 6 ára heldur, hennar stærsti draumur, þegar hún var krakki, var að vera fyrsti þingmaður á móturhjóli. Svo kom Sif Friðleifs og heilaði það fyrir henni. Ég vildi vera kvikmyndagagnrýnandi. Já, ok. Ég vildi bara fara í bíó og fá frýtt í bíó. En þú veist, þetta er okkur versta starf sem ég geti hugsað mér. Já. Að vera að setja út á einmitt. Eða þú veist, vera með, já. Ég vildi bara fara í bíó. Já. Mér varst að gegja Ágúst Guðmundsson var með þætti í sjónvarpinu. Já. Ég er hægt að vinna við þetta. Þú af hverju bara að fara í bíó og tala bíómyndir og þetta geggja. Þú að pizza að rúfið eitthvað blaði eitthvað svona, kveikmyndagagnrýnandi, þetta er bara svona bíóferð mín. Já, þetta er bara jákvæður. Já, bara ég er rosalega meðvirkur. Já. Og allt er bara eitthvað svona, ég fór fyrst á Subway. Já. Og svo settist ég í röð há. Og bara þetta voru allt rosalega gaman. Það var rosalega. Leiðilegt sjónvarpsþáttur allan. Já. Forseti Íslands var Guðni T.H. Mikið rétt. Núna sumarstarfsmaður á Þingvöllum. Já, ok. Það er bara þannig. Ég hef ekki vissi það. Nei, hann er vinna sem landvörður. Já. Svoleiðis í sumar. Ég er að vinna sem leiðsumaður og við varum með hópum minn á Þingvöllum daginn og sé bara, þetta Guðni. Ég eitthvað, já, by the way, hvað var fórsetin okkar í fyrra? Núna að vinna þetta í sumar. Mér finnst það svo geggja að gera, þú veist, hann er ekkit svona eitthvað að ég er merkilegur fyrir þetta eitthvað og hugsa svona, hann stóð bara og var eitthvað að spjallaði liðu og hann er þú fórsetin? Snill, mér finnst það snill, sko. Já, en atburðir 2019 voru nokkrir. 12. februar, lýðveldið Makedónia breytti nafninu sínu í Norður Makedónia. Þetta veitum nú allir Eurovision aðdáendur. Til að binda enda á áratuga langar deilu við Grikkland notkun heitins Makedónia til að geta átt möguleika á aðild að NATO og Evrópusambandinu. Getur ímyndaður naðalega fyrir Eurovision. Getur ímyndaður ef einn daginn bara við sem Ísland þyrstum að heita, þú veist, bara af því að verslunarkeðjan Ísland verður bara, þið verða að breyta nafnu, þið verða að vera Norður Ísland. 27. februar, Donald Trump Bandaríkjaforseti og Kim Jong-un leiðtogi Norður Kóreu funduðu í Hanoi í Vietnam hugsanlega afvopnun Norður Kóreu. Fundinum var slitið næsta dag án samnings. Master of the deal, Donald Trump. Oh la la, the art of deal. The art of the deal. Jesus. 15. mars vopnaðum þetta er ekki eins fyndið og það sem voru að tala um 15. mars vopnaði maður réðist inn í 2 moskur í Christchurch á Nýja Sjálandi og skaut á fólki þar inni. Allt létust 50 manns í árásinni. Já, það var í mann eftir. Já. Þetta er svona nafn, þetta er svona eins og Columbine, þú veist, Christchurch, þú veist, með svona, já. 10. apríl, fyrsta staðfesta ljósmyndin á svartholi sem náðstöður var kynnt. Það stendur hérna að ljósmyndi var persónleikunum þínum. Ég held þetta að vera þú að taka belfi. Vonið lillið að beigja sig fram og taka mynda því það sem sólið skín aldrei. Stærsta svartholið maður. Já, fyrsta... Þetta var rassagrín. Þetta var rassagrín, belfi. Bara þú varst ekki viss hvað ég var að tala um. Er belfi, er það... það orð, er það það er átt, er það átt, ég man þegar það var nýkomið sko, bara selfie skilur mér finnst að ég komið tíma comeback belfi já, þú vilt meina bara að konseptið bara það að taka mynd af rassinum sé átt það er svolítið átt núna, já okay. Já. Ég er ekki nógu duglegur á Instagram og eitthvað svona að skoða og bæla. Ég hef aldrei hægt sko. Ég set alltaf daily belfies og ég er ekki að fá nein like. Nei, og þú hefur séð trendin. Þannig að þetta er bara greinlega á. Þetta er greinlega brá, það er engin önnur útskýring. Þetta er greinlega ekki tískuleikur. Fólk er ekki að nota, kannast ekki við belfi orðið, skilur við. Það einu sem útskýrir áhugaleysið. Þetta, sko, veistu það til þess er þessi þættir þegar ég var að preppa það, eins og þú kannski tókst eftir ég fór ekki út í tísku eitthvað því ég var eitthvað svona
það var mjög svipað bara núna, en þú veist, Belfís, það var bara, þú opnaðir Instagram og það tóku við bara 35 Belfís. Já. Það er ekki lengur í dag. Ekki nema að kíkja á Dórhallur á. Það var Daily Belfí. Ég samt fekk að heyra þann daginn að ég væri rasslaus. Nú? Þannig að ég er svolítið búin að vera... Hver sagði það? Einhver túristi? Nei, kona sem ég bý með. Það var rasslaus? Já. Ok, bara í óspurðum fréttum eða fekk hún nóga Belfíunum? Ég var að beða að taka ég næ ekki þessu engul hérna engul á hvað það er ekki rassana. Wow, sassy já, hún sagði bara ég var í rasslaus og hérna, ég bara búin að vera svolítið sár síðan. Þú átt nú samt, við skulum þú ert með Daily Belfís, Belfí af þér kom í sko fréttir. Já, það var ekki DVF. Það var DVF og sko DVF blaðið, það var ekki bara DVF.is, það var prenta, það var eitt litableki í Belfí af þér og ég segi eitt að bara var notað, skilur. Hver klæddist betur. Já. Klæddist þessu betur. Já, þú og Sonja Valdín. Já, mikið rétt. Hún setti inn Belfí á sér í einhverju svona, eitthvað sjali eða eitthvað svona. Já, og í G-streng. Já. Og þannig að þú... Ég get ekki verið minni maður. Nei, þannig að þú notaðir gluggatjöldin sem sjal. Já. Og gerðir nærbuksunniðnar að G-streng. Já, ég tróði þeim upp í svartálið. Og ég vil líka taka frá það var ástæðan fyrir ég tók fram með G-streng, ég var ekki bara eitthvað G-streng. Tókst þú þessa mynd? Ég tók þessa mynd, heldur betur. Og þess vegna, ég tók þessa mynd. Er þetta bara 2019 kannski? Já, 2019 held ég, já. Kannski 20. Nei, ég held að sé 2019. Já, eitthvað svona. Þú verða, sko, ef þú nota klippuna alltaf. Já, það þurfum að tala þessa. Þannig að ég sé klippuna á internetinu. En þú getur fara á Þórhallur 83 eða Sigurtóni. Ég nefnilega, af því ég tók hann upp og þetta, þú veist, ég vissi ekki þetta endi í DMF, setti þetta líka bara á Instagram mitt, að ég seti ekkert á. Þannig daginn þá var ég eitthvað á Instagraminu og ég var eitthvað skrolla niður og sé ég þetta, ég eitthvað svona fólk sem bara skoða Instagram mitt og finnst skiptið, bara eitthvað af hverju með rassamynd á Þórhallur og rassamynd á Sonju Valdi. Ég þekki bæði, sko. Já, ok, það er ennþá skrýtnara. Þórhallur baða með þetta. En það voru flesti sammálum að ég var með flottari rass, sko. Já, devaf allavega. Já, þá, sko. En ég er hún rasslaus í dag. Er hún ekki bara hrædd að það stíði til höfuðs? Heldur þetta sé höfun sig ekki? Ég held það. Ég held þetta sé... Heldur hún óskis að hún væri með svona losta fullan afturenda eins og ég? Já, eða bara hún vildi óska þess að bossin hennar hefði komið sér DVF. Og það er ekkert, hún er ekkert einum það. Það er held ég bara stærsti draumur mjög margra, sko. Ég verður nú að segja að hennar bossi væri nú færi betur á blöðum DVF heldur með bossi, sko. En hún bara greinlega hefur ekki verið nógu duglega að setja Belfís, Daily Belfís til þess að enda á DVF. Það er bara þannig. 11. apríl, Julian Assange var útýst úr sendiráði Ekvadors í London eftir 7 ára dvöl þar. Lögreglan í London handtók hann síðar. Ég er með upptöku frá því í Ekvador, svo spyrir hann hérna. Er eitthvað að? Ég er búin að eðilegja þetta lag fyrir öllu núna. Er eitthvað að? Er eitthvað að? Þið voru að spyrja hann. Julian, er eitthvað að? 15. apríl, eldsvoði hófst í Notre Dame í París. Þak og turn spíra dómkirkjunar hrundu í eldinum en slökkviliðsmönnum tókst að bjarga burðarvirki og klukkuturnum hennar frá gereyðileggingu. Já, þetta var svakar. Þetta var mér svona, þetta er svo mikið bara svona, þetta er bara eins og Eiffel-turnum myndir, þetta er svona partur af heimsmyndmanns. Algjörlega. Og þú veist, mann líður eins og kirkjur Notre Dame hafi alltaf verið til og muni alltaf verið, þú veist. Svo ser maður bara
Þetta hvað hlutin geta breyst bara á augnablikki og allt horfið hvað allt óörugt í þessu lífi myndu það já ekkert safe það ekkert örugt nema Daily Belfies það mun ekkert stoppa það 18. maí söngvakeppni evrópska sjónvarpsstöðva var haldin í Tel Aviv í Ísrael. Duncan Lawrence vann keppnina fyrir Holland með laginu Arcade sem það var eitthvað svona píanoballa rosa góð, þú veist allt það, ég er ekki að dissa en ég get ekki sungið, þú veist, það var bara svona væl hljómsveitin Hatari keppti fyrir hönd Íslands og lenti í 10. sæti með Hatari muni sigra eitthvað svona mjög gott lag, ég get ekki sungið það en flott lagsamt og þeir flottir og bara ekkert gerði allt vitlaust með að sína fána já, þetta, við skulum ekki hoppið við það þetta einmitt, þetta þegar þeir sína og þetta orðið ákveð svona mím eða þú veist, fólk setur screenshot af, sko bara útlendingar meiri sá sko útlendingar úr löndum sem ekki í Evrópu og við hafa kannski í hugmyndu hvað Eurovision sko þetta bara orðið frækt mím bara frækt gif já, við erum ekki hægt að það við erum ekki ég man hvar ég var og hvernig ég var í tökum og ég satt í production bílnum þegar ég heyrði fyrst skipti Hatari, það var Viðar ljóðmaður, hann var að spila þetta fyrir okkur og það kom lag með þessi minnir að sé lagið X og ég og Gummi vorum þar vinur minn og vinur þinn og vinur þjóðarinnar og textin af hverju seldi ég mig og við lítum okkur þannig eitthvað svona og svo kemur af hverju seldi ég mig ekki fyrir meira og við vorum eitthvað 20. maí, meiri hluti landa heims samþykti endurskilgreiningu SI-kerfisins eða alþjóðlega einingakerfisins sem notað í flestum ríkjum nemi Bandaríkjunum, Líberíu og Mjanmar. Mælieiningin kílógramm var endurskilgreind út frá Plancks fasta sem vist þannig veistu hvernig endurskilgreindu kílógrammi út frá Planck fasta? Ef þú fastar þá missur þú kílógramm. Nei, segi ég svona. Varstu að setja þetta inn bara fyrir þennan brandara? Já, það var bara fyrir þennan brandara. En 2019, manst þú eftir þessu, það var endurskilgreint kílógrammi? Þótt ég hefði lesið þetta, þá myndi ég ekki muna eftir þessu. Herðu, hér er nú eitthvað fyrir þig, eitthvað sem þú manst eftir, eitthvað sem snertir þig mjög djúpt. 7. júlí, bandaríski fjárfestirinn og vinur þinn, Jeffrey Epstein, var handtekinn og ákærður fyrir mansal og kynlífsþrælkun. Sko... Ég var að taka þetta aftur, það sem ég segi ekki á vinnunni. Ég ætla að fara að segja eitthvað, ég gæti ekki eins og sagt neitt svona. Ég meina, þú veist, var eitthvað að hlusta á hans lið? Það eru 2 hliðar á hverju máli. Hans lið var verri. Við hlæjum að því við annars myndum við gráta. Algjörlega. Það er bara viðbjóðslegur maður sem átti viðbjóðslega vini og viðbjóðslega samstarfsmenn og þannig. Mikið rétt. 1. ágúst, danska heimskautarannsóknastöðin Polar Portal sagði frá því að 11 miljardar tonn af ís hefðu bránað á einum degi á Grænlandsjökli. Hver glemdi að slökkva á ofninum? Þess vegna skrifaði þetta, þess vegna. Þú vissi að það kemur eitthvað ræðilegt. Ég vissi að það kemur eitthvað mjög gott. Oh my god. Það verður markliftur þessar þætti. Ekki voga. 14. ágúst, Greta Thunberg sigldi af stað yfir Atlantshafið á skútunni Malaysia 2 til að taka þátt í loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í New York. Hún kom þangað 2 vikum síðar. Hetja, nútíma hetja. Manneskja sem mun fara í sögubækurnar, manneskja sem að... Já, við veitum ekki hvað gerst, kannski aftur að koma eitthvað ljós. Kannski... Já. Ég bara eigað á upptöku. Ég vissi að var alltaf eitthvað gurgugst við hana. Já, þá við eigum núna báðar upptöku. Já. Við veitum ekki hvað aftur að koma ljós. Já. Ég vissi að var alltaf eitthvað gurgugst við hana. Bara eiga þetta. Já. 18. ágúst, 100 manns komu saman í minningarathöfn jökulinn Ok á Íslandi. Hann var ekki lengur Ok. Nei, hann sagði bara Ok, bye.
er þetta svona blandari? Var þetta eitthvað svona... Það var ekki ok, það var alltaf djók. Já, eitthvað svona. Mín mesta martröð, ekki bara þessi podcast, bara í heimi, er að er með dett í huga eitthvað svona grín og ég segi þetta og eitthvað er bara eitthvað, þetta er stólið, eitthvað, þetta var í brauðslun og FM og ég eitthvað, ok. Ég reyndi einu sníði í 2017, þetta er fyrir æði. Já. Að ég sitt, þetta er bara svona jóki, ég er bara eitthvað flippið með leiðist eða eitthvað og ég tek eitthvað svona Snapchat og sendi það sem að ég er eitthvað, já, ég kom með nýtt catchphrase, ég ætla að segja, halló, ég ætla alltaf að vera bara eitthvað, halló, eitthvað, hugsa ekkert meira það. Fæ ég svara hérna bara eitthvað, stóla binna glý og þá var binna glý eitthvað snab, full respect að binna glý, ekkert eins og hann, ég hefði aldrei séð neitt. Svo tjekka ég á bara eitthvað, nú, þá var þetta ekki svona nálægt, hann bara sagði alltaf halló eða eitthvað. Ég man þú varst líka alltaf slay. Ég var alltaf slay, ég var alltaf get her done. Það er mitt frá honum líka. Herðu, 4. september, Mike Pence, varaforseti Bandaríkjanna, heimsækir Ísland á samt konu sinni Karen Pence, sem hann kallar mother, það er bara skemmtileg staðreynd. En við vorum setna út í það, en við vorum í tökum á þessu tímum, og það var... Já, það var lokað. Já, og það var það var eitthvað kontroversi með það, með Pride-fána. Já, það náttúrulega var, ég elska, þetta er svo íslenskt, og svona gott íslenskt. Já, er að hann náttúrulega var svolítið frægur fyrir sína skoðanir og var ekki alveg að fíla Prideið og svo var öllu lokað af því hann átti að koma og það voru leyniskittur á þökum og eins og þú ert á Íslandi. En það var svo mikið af fyrirtækjum sem voru innan svæðisins sem hann var að fara að keyra. Allir sett upp Pride fánan út í glugga svona, hann var sjáanlegan þannig að hann sá þetta út allt. Hann var the gayest city in the world. Hann bara, what's going on here? Hann sagði, why are you making Mike Pence so tense? Fræglína 27. september 4 milljónir tóku þátt í loftslagsverkfalli allan heim. Greta Thunberg, sem þér hefur annarkvort allir líka vel við eða líka mjög vel við, leiddi mótmælagöngu í Kanada með 400.000 þáttakendum. Ég man eftir þessu. 5. nóvember, flugfélagi Play var stofnað. Já. Hefurðu flogið með Play? Já. Ég líka held í bara einu sinni. Tvisar fram og tilbaka. Jú, já. Fínustu vélar. Ég allavega ekki lent í einu. Nei. Bang. Ég nefnilega frá fljú og ég held samt ekki með Play næst. Nei. Þú ákvæmst að setja pásu á Play. Það verður, þegar Play fer á hausinn, þá verður fyrirsögnin. Spóla tilbaka. Já, eða Play segir stopp eða eitthvað svona. Já. Eitthvað skemmtilegt. Þau eru alltaf, þegar þið lenda, þau eru þá að spóla tilbaka. Rewind. Be kind rewind. Og svo á stað Play. Ertu með fleiri? Please klift þetta út. Er það mjög augljóst þetta sé annar þáttur í dag sem ég tek? Mögulega. 12. nóvember, WikiLeaks birti samherja skjölin sem að ensku voru kölluð Fish Rot Files sem fjölluðu mútugreiðslur sjávarútvegsfyrirtækisins Samherja til namibískra stjórnvalda í skiptum fyrir veiðileyfi við strendurinn Namibíu. Það sem komið pínu óvart þetta að vera svona langt síðan. Mér fannst þess að það verið eftir COVID, þú veist, það verið bara 2019. Þetta er búin að vera í gangi svona lengi. 1. desember, nú eru við komin að því sem svona einkennir næstu 2-3 árin. Kórónuveirufaraldurinn, fyrsta þekkta dæmið smit í manni kom upp í Wuhan í Kína. Mikið rétt. Og 31. desember, kórónuveirufaraldurinn, fyrstu opinberu fréttirnar bárust af nýjum kórónuveirufaraldri í Wuhan í Kína. Talandi Wuhan, þú var staddur í Wuhan. Það hljómar eins og eitthvað svona skrýti grín hjá okkur eins og alltaf, en ég var actually í Kína 2019 og fór þangað með Bjarna Töframanni og Helga Steinari. Uppistandara og fréttamanni. Já, og Helgi Steinar dró okkur þarna með sér, þetta var í annað sinn sem hann dregur ykkur að grínast með sér. Jú. Hann hafði farið árið áður. Já, held ég. Andrívars, Hugleikur
Já. Og Snjólaug Já. Og við förum þarna og hann bjóðan úti þannig að hann unni sem túlkur þannig að hann kann málið heldur betur og svona hann hélt einu sinni var ég sá open mics á Rosenberg í 2 ára hvað sem var og eitt skipti þá mætir hann og hann fer upp á svið og tekur 5 mínútur á kínversku já og það var ekki eitt maður sem skildi hann nei það hljóman eins og Helgi Steinar sem en já, alltaf var þið voruð já, og ég var svona hann var oft búin að reyna að draga mig hvert skilur hingað og þangað og hérna ég svona litli kvíða hausinn með hann alltaf, nei, og getur eitthvað hann alltaf, hvað er að versta getur gerst hvað er að versta sem getur gerst kemur ljós heims faraldur en já, við förum hann við erum að uppistandast og förum heimsækjum 4 borgir og ein borg er Wuhan virkilega næs borg okay. hún var eiginlega eina af mínum uppáhalds af þessum 4 sem við heimsóttum og svo bara þú veist, við vorum bara hana og þú veist, hóttraði á móti einhver spítala og við vorum að hugsa þetta eftir á og sáum einhver fólk svona í svona hazard suits og já, ok þú veist, ég veit ekki hvað við vorum það var, þú veist, akkurat það sem að rannsóknarstofan var en og hvort þetta var akkurat það eða eitthvað annað en þú veist, við svona munum eftir að sé ykkur áhugir fulla með það líður þér stundum eins og sért Forrest Gump Íslands já, ég var varst ekki svona beinn áhrifavaldur í þessu en þú varst á staðnum ég var á svæðinu það er pínu Tóta Gump já, það er pínu svoleiðis og svo náttúrulega við vorum algjörlega lokaðir frá umheiminum að það var lokað fyrir netið og Facebook og Instagram þú veist, eða ekki beint lokað fyrir netið en þú veist það var Facebook og Instagram og allt bannað og vorum ekki með VPN eitthvað þannig bara, maður var bara ekki tengdu við umheiminn og með vorum úti og svo náttúrulega þegar við komum tilbaka að byrja að heyra fullt af fréttum frá bara Wuhan við vorum bara, ég held að við bara slegið gegn í Wuhan nei, en þetta var mjög skrítið að einhvern veginn að heyra það sem ég var og svo var þetta alltaf bara meira og stærra Var það í Wuhan þar sem að allir heldu að þið 3 væruð James Corden það var annarkvort eða Ningbo sem að var bær sem borg sem að svona lítilstafur samt einhverjum marga miljónir sko ég held að vera okkur en bar þar þá var plaggat af mér Helga og Bjarna allir mér svona kringlátt andlit við erum allir svona hvítir búttaraleir í framann og það bara James Corden 3 James Corden Ég tengi alltaf þessa Kínaferð við það samt fyrir utan það að þú komst með COVID til Íslands að þú náttúrulega fórst í Beijing keyptir þar ból það stendur I love BJ I love Beijing fórst svo í viðtal hjá Vísi Kínaferðina í þessum ból það var svona mynda þér og eitthvað ból það stendur I heart BJ og svo mynd hefur notið af þig bara í hvert eina skipti sem Vísir tekur viðtal að fjallar um þig enginn þarna upp á ritstjórninu eða eitthvað hefur actually litið á myndina að það stendur bara skýrum stöðum I love BJ meira sko þá komum við fréttum þegar þú eignaði spann og þá var ekki það var svona mynd I love BJ og stundum gerir ég eitthvað annað elskar að gæla ekki nóg fyrst að þetta er mjög fyndið að nota þessa mynd mjög oft I love BJ en já, þetta þú ert þarna að fóra skömpast í Kína þú átt ég myndi segja að þú eigir allavega, ég get ekki ímynda mér að hún sé í minna heldur en topp 3 bestu COVID-sögur Íslands ég get ekki ímynda mér að nokkur Íslandingur eigi svona meira juicy nei, þú veist, það var alltaf hægt en maður var á staðnum einmitt, þú varst
Sá Helgasteinar sofa hjá Leðurblöku. Herðu, það mætti segja þetta að vera bara eins og einhverju bíómynd og talandi það Kvikmyndir 2019. Árið 2019 var tekjuhæsta ár sögunar í kvikmyndahúsum, í bíóhúsum, já. Og þá er stóra spurningin sem náttúrulega engi muni geta sværi raun og veru og það er bara, hefði COVID ekki komið, hefði það haldið áfram að vaksa eða þú var þetta bara að ná píkinu. Það er einmitt, var þetta óumflýjanlegt sama hvort að það náttúrulega, þú veist, að tók alveg ég meina, þú veist ég náttúrulega bíósjúklingur fór í bíó þarna jöfnir þegar maður þurfti að vera með grímu inn í bíóinu og það mátti engin, þú veist, það mátti vera 5 manns í salnum eða eitthvað, en fólk var ekkert að fara og þú veist, fólk var ekkert að fara í bíó fyrir bara 2022, þú veist sem er sorglegt og svo náttúrulega á þessum tíma þá náði Netflix að stækka og það kom Disney Plus. Þetta var til þess að allt svona streymisveitur og allt svona online. Já, og það sem gerði sko líka sem er svona fyrir okkur sem eru ekki bandarísk sérstaklega, er að myndir og þá sérstaklega myndir sem voru ekki, þú veist, hjúts en líka alveg hjútsmyndir, að þær komu í stað fyrir að fara í bíó og koma svo, þú veist, í bíó seinna trísast eða kannski ekki og þurfa að bíða eftir mig hálft ár langar að koma eða eitthvað, að þær komum bara beint á, þú veist, og þá kom maður bara séð á sama tíma allir aðrir einhverjum svona, ég man að það komu 2020 og 2021 var virkilega gott hryllismyndaár og það er sko Ísland sem maður getur fara út í það en það eru fordómar í gangi hjá bíó yfirvöldum Íslands í garð hryllismynda og þannig við fáum bara þú veist, the biggest of the biggest en þarna að þá bara leið að koma út í Bandaríkjunum þá komur út hérna og þá skall maður leið upp í sofa og horta eina góða juicy hryllingsmynd alveg bara skjálfandi teppinu og litli hrættur ó nei ekki fara einn út í skógin. Ég held síðasta mynd sem fór í bíó fyrir COVID hafi verið The Invisible Man manni hvort að við fórum saman á hana 2019 Movie Quiz Extravaganza þar sem að ég segi stuttan sögu þráð og þú giskar þetta er alltaf 2019 og ég get sagt þér það ég er ekkert mjög góður í þessu nei en ég get sagt þér að við sáum saman 3 af þessum myndum af þessum 5 myndum allavega og þú veist alveg hver hérna 2 eru við byrjum Leiður Karl dansa við selló Leiður Karl dansa við selló já hvað finnst mér þetta artist ég gæti gefið þér auka hengt og sagt Leiður Karl dansa við íslenskt selló hver er frægur íslenskur býtu kom ekki út myndin þá hann að gammyndin nei, ég veit það ekki Hildur Guðna, það er í Joker já ég verð svo pirraður út í sjálfum við fórum saman á henni bíó þannig að ég veit, við erum 100% að þú er alltaf að síðana já, mjög spenntu fyrir einmitt að því að Hildur Guðna já, vann alltaf Óskar fyrir þetta selló Loka smellurinn það var þetta 2019 já ég hef sagt að þetta er svona þetta er double entendre smellurinn því 2 já, smellur, hitt eða klikk já, bæði sko, það er hitt og svo líka smella fingrum þú ætti nú að vita þetta núna þú veist, já, örugglega það er Avengers Endgame það er Loka smellurinn, það er Avengers Endgame og svo hann smellir herðu, núna smellur þetta allt saman mér líður bara sko að segja hvernig mér líður eins og ég tala líka oft í uppistandi mínu kvíða minn og svona, því fyrir próf já þá man ég ekki neitt þá bara heilin bara shut down og ég veit að ég var alltaf pirrar því svo heyri svar ég eitthvað, þú veist, akkur vissi ég þetta ekki því ég veit þetta, einhver skúma skoti í haustum á mér ég lofa að þú veist þetta hérna já Kornungur hjónana Kornungur hjónana akkur veit ég þetta infant ef þú væri kannski pínu heyrnarskertur eða stæðir langt í burtu ég myndi segja Kornungur hjónana
Á hljómar það pínu eins og Konunguljóna Happy Gilmore í kvíðakasti. Það er nú bara Tiger Woods var komið allt framíhaldin voru komið upp en það var ekki bíómyndum það. Nei. Við sáum þessa mynd saman heima. Kom ekki bíó í sandi minni mig. Mjög golfar? Nei, Adam Sandler. Það er Happy Gilmore. Adam Sandler er í kvíðakasti, áhorfendur eru í kvíðakasti. Ég tekur þessu bókstala sem hún segir. Já, ok. En ég sagði, þetta er Adam Sandler, hann er í kvíðakasti en áhorfendur sérstaklega eru í kvíðakasti. Þessi mynd er algjör gimsteinn. Já. Uncut Gems. Já, ég myndi ekki nafnið hann en hann var djúvillig góður í henni. Hefði þetta verið tilnæmdur í Óskarins, var það ekki. Lokamyndin, við fórum á hana saman í bíó en ég skulum sjá, tvífarar og skítalar. Tvífarar og skítalar ég veit það ekki Myndin Us þar sem að já, koma tvífarar hann Píl, nei já, Jordan Peele, einmitt Herðu, Óskarinn 2019 fyrir myndir sem kom út 2018 það var Green Book sem var Óskarinn fyrir Best Pictures yfir myndir eins og Black Klansman, Roma og A Star is Born en svo Óskarinn 2020 fyrir myndirinn sem kom út 2019 það var rosalegur Óskar, það var rosa sterkt ár bara með þeim betri bara ever og það var myndin Parasite. Já, ég ætlaði að segja okkur var hún ekki þá? Hún kom út sem við horfum á hana 2019. Já, við horfum eða áramótin eða 2019. Hvernig hefur lýst henni? Hérna það er ekki gaman að vera Nei. Put on the spot. Ég skal hugsa að því þú veist það er svo ég hefði alltaf bara, þú veist, maður geta sagt kóresk sníkjudýr en það hljóma samt svona mjög, já en það er sem bara það sem, þú veist, hún er kóresk og heitir sníkjudýr já, þá Parasite sem vann yfir myndir mjög sterk kategória myndir eins og Once Upon a Time in Hollywood Irishman, Little Women 1917, Ford v Ferrari Mary Story og Jojo Rabbit mjög sterkt ár ég bæði mig eitti út ég var með fyrir Once Upon a Time in Hollywood þá var ég með Lenny og Bragi í fantaformi Leonardo DiCaprio og Brad Pitt við daparum Bragi hefði ég fundið betra orð ef nafn fyrir Brad Pitt það hefði ég sagt það en það var bara hann er gott að það gerist ekki Herðu, tónlist 2019 meðal 10 mest spiluðu lagar Rása 2 voru lög eins og Hatrið mun sigra Baroness með Hjaltalín Wild Roses með Of Monsters and Men og Stories to Tell með Krumma á Billboard Year 100 má finna lög eins og Bad Guy með Billie Eilish Bad Guy Truth Hurts Why are men great till they gotta be great I just took a DNA test turns out I'm 100% that bitch Shallow með Lady Gaga I'm on the demon það er náttúrulega bara heyrðist ekki annar lag bara Nei. það var bara þetta var risa hittari oh he's so handsome what's his name Cardi B maður wow. Þetta sjá hvað verður glaður sem er að raula þetta Þetta er alltaf það er lítið svona dance moves í stólnum og allt Þetta er lagið mitt oh he's so handsome what's his name hérna vinsælasta lag ársins 2019 alltaf var sangan Billboard getur þau giskað? Það var huge ég hefði giskað á Bad Guy eitthvað svo leiðis já nei, hvað? I'm gonna take my horse to the old town road right já, það er 2019 það var Huges Billy Ray kallinn Billy Ray og hérna Lil Nas X já ég hefði mitt aldrei að vera kannski Shallow já mitt önnur íslensk lög Svefneyjar með Sigur frábært lag Peachy Cell 7 Bubbi með Regnbogastræti Bríet með Dino og svo var mjög mikið íslensku lög ég er með
kategóriu áður fyrir okkar persónulíf 2019 sem bara fyrir þetta ár, kannski einhvern tíma seinna en þetta er frumsýning frumflutningur á þessari kategóriu þessi kategóriu heitir Uppistand Bill Burr kom til landsins í apríl 2019 fyrir sýningu í Hörpu og tók nokkur free shows á Secret Cellar það var 2019 það var apríl 2019 hann bara, það var hans annað heimili þarna þegar hann var á Íslandi í hálfa viku, eða hvað sem var kom 3 kvöldir já, og allavega eitt var frítt inn sko já. Og já, þá bara kastu bara séð Bill Burr já. þú veist, hann var bara hérna við andlitum hans bara. Já. Allir sem voru í uppistandi voru svo mikið fanboys já ég var ég ekki komin aftur í uppistandi þannig að ég kom bara sem áhörandi það voru allir bara allir að posta myndum og ná í vasklausandunum bara mokka sig ég náði vasklausur nefnum engin öfn en ég var svo mikið að reyna að láta hann í friði og ég gerði en ég baði selfie ég baði það er nú basic en ég leta hann í friði sérstaklega sem þú þurftur að follow þú kost, allavega kvölds ég var, þá kostu strax eftir Bill Burr eitt skipti þá var ég á undan honum og hann kom átt beint eftir mér og næsta kvöld þá var ég beint á eftir honum einmitt sem er bara surrealist og líka ég get bara sagt að bara reynd og beint þú stóðst þér frábærlega eftir þú veist, það er ekki auðvelt að koma eftir Bill Burr en þú bara killaðir þakka að kella fyrir hann var góður að hita upp kápi en ég man sko að ég gerði bara strax grína því ég veit að enginn vill hafa mig Bill Burr var í svona ég veit, ég er ekki wanted hérna og alltaf bara tók þann svona, fór í þann gíl skilur og var að tala svona þetta var ég var eins og svona gaur í orgíu og það var bara atvinnu sko klámleikarar í orgínu og ég nú er komið með mér er þetta jafn gott hann er að hita einhvern vel ég er búin að vera bara með atvinnumönnum núna ég wow en hafa skal samt í huga þú sagði nefna engin nöfn, hann nefndi nöfn í Monday Morning podcastinu sínu viku setna, þá nefndi hann 2 nöfn og talaði um 2 grínista það var Greipur og þú hann myndist á brandaraðinn já, en hann myndist á Arnóndaða líka ég held að hann hafi kallað hann eitthvað ok Billy eða eitthvað hann bara gaf hann eitthvað nafn af því að sko þetta var eiginlega allt Arnóri að þakka hann hitt hann og Arnór það ekki að það er comedy club þarna hann ekki, ok alveg rétt svo myndist hann á Greip og hláturinn hans hann var að gera hermd eftir hann Greip jokes fyrir það sem er ekki kannski sem þekki kannski bara núna því hann var nú ekki svona vinsall bara einn samfélagsmiðla stjarna þá ein hvað getur maður sagt, vinsalasta samfélagsmiðla sem Íslandi verið á, hann er með fleiri Instagram followers heldur en Björk og Sigur hann er kannski ekki með saman Laufey, hún er örgulega með 2 meira en hann er þarna á milli bara þetta er ótrúlega árangur, bara virkilega flott en náttúrulega með frekar svona einkennandi hlátur og hann er eitthvað að reyna að herma eftir honum þar og minnist á brandara frá mér klamidíu brandara það sem að ég sagði allir á Íslandi eða væri allir mig klamidíu og var ég með eitthvað langt bit Íslandika og klamidíu og hann bara eitthvað fannst þetta svo merkileg hvað það var eitthvað casual hérna en aftur frekar svo realist sko ég var við byggum saman hann og ég var með þér þegar hlustaðir á podcastið þetta var Freaky Deaky þetta árið 2019 kom út ansi margir specialars þetta var, ég held að það var svona byrjun á okkurna bylgi eða svona byrjun á hápunkti þú veist, það var endalið special það voru specialar eins og hérna Right Here Around the Corner með Ray Romano virkilega góð specialar sem hann fer meiti tvekja hérna uppistanstaða sem er bara hlið við hlið mjög flott og krátið vissi ekki að hann væri að fara koma eða neitt, það var bara, þú veist það gekk, ég mæli með því
Ken Jeong's You Complete Me Ho, Nate Bargatze's The Tennessee Kid sem fyrir mér bara eitt af top 5 uppáhalds bara allar tíma. Ég elska The Tennessee Kid með Nate Bargatze. Ég var minnst á það. En það er ekki spesial, sko. Ég hætti að telja þegar ég var búin að horfa á hann 10 sinnum. Ég veit ekki, og það var skilur bara árið 2019. Ég elska Kevin Hart gaf út Irresponsible, Anthony Jeselnik, Fire in the Maternity Ward, Catherine Ryan, Glitter Room, Whitney Cummings, Can I Touch It, Dave Chappelle, Sticks and Stones. Þetta var hann að kontroversial spesialið hans. Ég man að Hann fekk hann ekki Grammy fyrir þetta? Jú, þetta var hann 2-3 ár sem hann fekk. Já, hann það gátt mjög mörg spesial á þessum tíma. Bill Burr, vinnu þinn, Paper Tiger. Já, Paper Tiger, kom þá, Já, Nikki Glazer's Bangin', Tiffany Haddish, Black Mitzvah og Ronnie Cheng's Asian Comedian Destroys America. Og þetta bara, þú veist, þetta bara það sem ég koppeista inn að því að... Já, þetta var gott uppstans ár. Já, mjög svona. Og þetta líka, ég held að þessi byrjun á, þetta sko, Netflix búin að vera að gera góða hluti í specialum þarna og svona að ná ákveðni búblu eða, þú veist, hápunkti, að byrja hápunkt. En þarna náttúrulega byrja YouTube specialinu að vera, sko. Þú veist, svona alvöru grínistar að gefa út á YouTube og fá, þú veist, milljónir views. Sam Morrill og Mark Normand. Já. Ég held að þeir eru bara svona virkilega slegið í gegn með að setja special á YouTube. Já, einmitt. Já. Og ég meina, ég segði ekki dýra en kjefti, ég var að sjá eitthvað viðtal við hvort það vil Jeselnik eða whatever, sem hann var að tala sko, peningunum sem verð frá Netflix fyrir að gera special, er basically uppæðin sem þarf til þess að búa þessu special. Nefnum og sérst kannski Dave Chappelle eða eitthvað, þannig að þú kemur út í núli. Þannig að af hverju ekki frekar YouTube, sem allir geta séð, og þú átt sensa, ég meina, ef hann fær 2 milljónir eða fattu, þá getur jafnvel grætt eitthvað á honum, þannig að, já. En þetta, 2019 er árið sem að Bill Burr kemur til landsins, þú fyrir til Kína, við tökum upp Mentor. Förum í tökur á Mentor með þér og Sonju Valdín. Belfi Besties, það var út af því held ég sem að þú tókst þetta. Það var, við skulum aðvar hreinu, þú veist ekki bara eitthvað, Sonja Valdín var ekki einhver ókunnu kona og eitthvað vera steal her thunder. En já, það voru einhverja 2 vikur eitthvað sem við tókum upp ljónslutan af, síðan fórum við í auka tökudag eða auka tökudag 2 daga, einmitt bara í febrúar 2020 bara viku fyrir að allt lokaði, þú veist. Og það var gaman, það var svona stemmari að, þú veist, við byggum saman, vorum í tökum í 4 daga eitthvað heima hjá okkur. Við létum, ég ætla að segja við breyttum, við létum aðra breyta stofunni eitthvað. Og það var stuð, sko. Það var svona, og þá, bara búa á setti, basically. Já, basically, þú veist, og bara... einmitt, vakna, fara í tökum, fara svo heim, horfa á einmitt Dave Chappelle eða eitthvað special eða Mindhunter mann ég var á þessum tíma svo bara, já, þú veist, það var good time sko. Þetta var, já, bara gaman að rifja þetta upp, ég var ekki múin að fatta hvað það var. Nei, þess vegna valdi ég einmitt 2019. Svona skemmtilegt ár, sérstaklega mitt með svona uppistand og þetta, ég bara fatta núna hvað gerðist mikið sem gerði, sko. Í þessum málum, svona 2019 career-wise, sko. Stórt ár. Já. Ertu með eitthvað fleiri 2019 sögur? Fróðlegsmóla. Nei, held ég ekki, þetta var. Þá skulum við bara dempa ljósin. Dempum ljósin. Það eru dauðsföll, dánafregnir 2019. Okkar skemmtilegsti liður. Ég veit ekki af hverju. Sko málið er það að annarkvort, eða þú getur haft bæði, þú veist, það er dauðsföll eða fæddir. Og fæddir er annarkvort, þá ertu það langt í burtu að þú ert með bara risalista af fólki sem þú þarft að þylja upp, skilur. Eða það er ekki að nála að þú verður ekki depressed, að þú ert eitthvað fjallum, einmitt 2019 og eitthvað fæddist, já, stærsti YouTuber, þú veist, eitthvað, já, alveg. Það er svona langt síðan það var. Það má alveg minnast á þetta og bara, við erum að heiðra minningu þeirra sem að fóru frá. 7. febrúar 2019 dó Karolína Lárusdóttir, íslenskur myndlistarmaður. 2. apríl dó Sigrún Pálína Ingvarsdóttir, íslenskur þroskaþjálfi.
13. maí dó Doris Day, bandarísk leikkona og söngkona. 5. ágúst dó Toni Morrison, nafni og bandarískur rithöfundur og Nóbelsverðlaunahafi. 10. ágúst 10. ágúst Jeffrey Epstein, bandarískur fjárfestir og kynferðisafbrotamaður. Þú veist, tók hann sitt eigin líf, var það eitthvað annar, hver veit, og who gives a fuck, þegar allt kemur til hans. 16. ágúst Peter Fonda, bandarískur leikari. 3. nóvember Yvette Lundy, frönsk andspyrnukona og kennari. 28. desember Vilhjálmur Einarsson, sem við nefndum í síðasta þætti, skólastjóri og frjáls íþróttamaður. Ef það væri íslenskt íþrótta Mount Rushmore, þá væri hann á því. Og 31. desember Guðrún Ögmundsdóttir, íslenskur félagsráðgjafi, borgarfulltrúi í Reykjavík og alþingis maður. Já. Þetta var árið 2019. Ég var að búa til fyrir þennan þátt e-mailadressu timavarp@gmail.com með engum íslenskum stöðum. Timavarp. Hvaða ár eigum við að taka næst? Já. Og endilega Emmett. Við erum með eitthvað svona góða hugmyndir. Já, sendu okkur. Þið þurfum ekkert að senda okkur eitthvað hætti að syngja. Nei, við vitum, við hefum heyrt nóg af því. Þið með að senda okkur hvaða ár þið vil stinga upp á og jafnvel láta fylgja með eitthvað sögu eða eitthvað skemmtilegt sem við viljum koma fram. Af því náttúrulega þótt við veljum ekki ykkar á núna, þá náttúrulega munum við velja það setna, þá munum við lesa upp ykkar. Við munum fara yfir hvert einasta ár. Hvert einasta ár frá uppaði. Og já, eða bara eitthvað annað, senda okkur mail, gefa okkur 5 stjörnur á Spotify, follow okkur á Spotify, follow okkur á Apple Music. Og munið að elska hvort annað. Hvernig var afi með afa? Já, verið góð hvort annað, þá gengur allt svo miklu betur. Já. Góðan dag. Ég man í alveg, ég ætla bara þannig að verið þannig til næstu viku eitthvað svona, ég bara, já, fyrir afa. Ég ætla að vera góður, ég ætla að vera þægur og svo bara hálftíma seinna var ég búin að brjóta eitthvað. Sendur inn teikningu til afa? Þú veist ekki? Það gæti verið, ég veit að ég sendi allavega teikningu í eins og Morgunblaðið eða eitthvað og það byrtist. Það var 2019 að það ekki. Þeir heldur eitthvað, þessi er bara 2 ára Nei. Það var færtur. En já, bara ég Tóni, þú ert Þórhallur. Bara Guð bless ykkur og sjáumst í næstu viku. Bless.